15 milljarða kúlulán Glitnis til Baugs árið 2007 var veitt á grundvelli samningsdraga sem Jón Ásgeir Jóhannesson, þáverandi forstjóri Baugs og stjórnarformaður FL Group, sendi bankastjórunum. FL Group var þá stærsti hluthafi bankans. Myndband sem sýnir bandaríska hermenn míga á lík afganskra talibana hefur vakið hörð viðbrögð. Bandarísk hermálayfirvöld hyggjast rannsaka málið. Kom átti í veg fyrir miðja síðustu öld að flámælt fólk fengi að tala í ríkisútvarpið eða stíga á svið í Þjóðleikhúsinu. Þetta sýnir gögn sem finnum á í Þjóðskjalasafninu. Kvikmyndin Kontraband í leikstjórn Baltasars Kormáks verður frumsýnd á morgun vestanhafs. Þetta er stærsta og dýrasta verkefni íslensks kvikmyndaleikstjóra. Lengsta stólalyfta landsins stendur óhreyfð í Skálafelli, en fjárstuðning skortir frá Reykjavíkurborg og sveitarfélögunum í kring. 15 milljónir kostar að hafa opið í Skálafelli helgar fram á vor. Gott kvöld. Jón Ásgeir Jóhannesson, þáverandi forstjóri Baugs og stjórnarformaður FL Group, sem var stærsti ráðandi hluthafi Glitnis. Óvíða á landinu er jarðhiti meiri en við Námafjall í Mývatnssveit. Svæðið er einstakt yfir að líta á þessum árstíma þegar snjór og frost takast á við bullandi hverina. Þarna var á miðöldum mikið brennisteinsnám og brennisteinninn var fluttur úr landi og notaður í púðurgerð. Við ljúkum þessum fréttatíma með myndum Björgvins Kolbeinssonar frá þessum slóðum. Næstu fréttir eru klukkan 10 í kvöld. Sjáumst þá, verið þið sæl að sinni.